Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 69 af þessu hlaðvarpi. Í dag ætla ég að gera svolítið öðruvísi en ég er vanur að gera, því ég er bráðum að fara í jólafrí, eða ég er allavega að fara í lengri tíma í burtu en venjulega. Stundum er ég að ferðast eða er á ferðalagi í viku eða 1,5 viku, en núna er ég að fara burt í talsvert lengri tíma heldur en annars eða venjulega, og ég þarf þá eða ætla þá núna að reyna að vera búinn að taka upp alla þá þætti sem að koma út á meðan ég er í burtu frá upptöku aðstöðunni minni. Þannig núna er ég að fara að taka upp 3 þætti í röð. Sjáum til hvað þeir verða langir, því kannski er ekki svo mikið þá að segja, en vegna þess hversu vinsæll síðasti þáttur var, þá held ég að ég taki upp samskonar þætti í dag og klára þá kannski að útskýra furðulegustu framburðaratriði íslenskunnar og geri það þá á íslensku að sjálfsögðu eins og þið þekkið og vitið að ég geri, en þetta eru allt atriði sem ég myndi svo skýra betur út á ensku í kennslu myndböndunum sem ég er að vinna í. En þá í dag ætla ég ekki að tala þessa afröddun, the devoicing, sem ég gerði í síðasta þætti, en ætla þá að tala annað viðfangsefni sem er álíka furðulegt eða allavega nokkuð flókið fyrir sumum. Í þessum þætti ætla ég að taka fyrir það sem heitir, held ég, loftun á íslensku, sem að væri aspiration. Þannig, orðið aspiration er ekki mjög skýrt. Það segir ekki vel hvað við er átt, en orðið þýðir hreinlega bara öndun. Þetta er bara lofthljóð. En það er fullt af hljóðum sem þið eruð að hlusta á mig segja, sem að eru með mjög miklu lofti, sem eru svo ekkert skrifuð með bókstafnum sem að táknar lofthljóð. Þið ykkar sem kunnið ensku, þið vitið að bókstafurinn H táknar lofthljóð. Hello er talsvert öðruvísi heldur en ello. Það er af því að það er H skrifað í þessum staf sem lætur þig, lesandan, segja lofthljóð í orðinu þegar þú lest það. Íslenska er líka með bókstafinn H og við notum hann mjög ákveðið þegar hann birtist. Ef þú sérð H í íslenskum skrifum, þá ertu að fara að heyra H. Ég fullyrði þetta svona innilega vegna þess að það eru svo margir staðir í íslenskum orðum þar sem þú heyrir lofthljóð án þess að það sé nokkuð verið að skrifa inn H-hljóðið eða H-stafinn. Þannig ef við leggjum það á okkur að bæta við H-i, þá ert þú að fara að segja H.
En af hverju þarf að kenna loftun á íslensku? Jú, af því það fullt af loftuðum hljóðum í bókstöfunum okkar. Og fyrir mér þá þetta kannski helsta atriðið sem Íslendingar gera sér ekki grein fyrir þegar þeir tala ensku. Því öll þau hljóð sem við gerum sem að eru með svona miklu aukalofti eru mjög einfaldir stafir. Þetta eru mjög einföld hljóð sem að flest tungumál í heiminum kunna að nota og nota. Íslendingar bara fatta það ekki hvað við segjum þessi hljóð fast, hversu hart við segjum þessi hljóð. Þessi hljóð sem að innihalda öndun eða loftun öllu heldur eru sprengihljóðarnir okkar. Sprengihljóðar eru kölluð plosive á ensku, en þessi stafir eru stundum líka kallaðir stopp, stopp hljóð. Stopp hljóðið kannski betri skýring á því hvað þessi bókstafur vegna þess að þetta eru hljóð sem við framleiðum sem stoppa raddflæðið okkar og loftflæðið okkar. Við sem sagt notum tunguna okkar eða varirnar okkar til þess að stoppa lofthljóðið og svo sleppum við hljóðinu frá okkur nokkuð hratt og nokkuð fast til þess að búa til hljóðið sem bókstafurinn táknar. Í latneska stafrófinu eru þetta 6 hljóð. Allavega ef við tökum ensku til fyrirmyndar. Þetta eru 6 hljóð, 6 bókstafir og þeir eru framleiddir eða gerðir á 3 stöðum í munninum. Þeir geta verið aftast í munninum, það að segja það sem tungan skellist aftur í háls og lokar loftflæðinu aftarlega. Það getur verið mjög framarlega í munninum sem þýðir þá að tungubroddurðin lokar fyrir loftflæðið og þú gætir lokað vörunum, lokað munninum alveg og svo sleppt lofti með því að opna aftur fyrir hljóðið snögglega. Auka flokkurinn í viðbót sem gerir mun á milli eins hóps, einnar þrenningar hversu fast, hversu hart við gerum þessa sprengingu. Við getum gert nokkuð lítið eða við getum gert mjög mikið. Við getum hleypt miklu lofti í gegn eða litlu lofti í gegn. Veiku bókstafirnir heita B, D og G. B, D, G. Ef við gerðum þá fastar, þá myndu þeir heita P, T og K. Heyrðu hversu hart ég segi þessa bókstafi. Þegar ég segi B og að reyna að segja veikari bókstaf heldur en hinn, þá ég að segja hann svo fast að þið heyrið ekki í raddböndunum mínum og ég segi þetta svo hart að þið gætuð jafnvel heyrt þennan staf sem P, eins og í Pétur. Peter, Peter, Peter. Peter, Peter. Íslensku hljóðin eru almennt mun sterkari. Dalur, dalur. Dale, Dale. Við segjum sprengihljóðin okkar svo fast að
við heyrum ekki í raddböndunum hljóma. Ég tók dæmi orðið beautiful daginn. Beautiful, beautiful, beautiful. Beautiful, beautiful. Væri þetta á ótrúlega ljótri íslensku eða með ljótum íslenskum framburði. Þannig við segjum þessi hljóð almennt mun fastar heldur en ensku mælandi fólk gerir og reyndar bara flestir aðrir í heiminum. Þannig þið eruð alltaf að heyra mig segja fullt af háhljóðum sem að ég skrifa ekki. Papa, pappi, take, taka, carriage, kerra. Þannig að í mjög stuttu máli erum við bara að nota miklu meira loft almennt til þess að segja þessi hljóð á kannski talsvert áreynslu meiri, kannski dramatískari máta heldur en önnur mál hafa gert í sömu hljóðum, í sömu bókstöfum. Þetta er rosalega einfalt, alveg næstum því að það er ekki hægt að hafa heilan þátt bara þetta viðfangsefni. En ég lendi frekar oft í því að þurfa að skýra þetta út fyrir nemendum, sérstaklega þeim sem að eru farnir að tala almennt mjög skýra og góða og vel hljómandi íslensku. Það er vegna þess að þeir hafa bara ekki þurft að pæla í þessu atriði vegna þess að nemandinn er að segja hljóðin nógu rétt. En þá er þetta smá atriði eftir að hugsa og pæla, er nógu mikið loft að fylgja hljóðinu? Ertu að segja nógu mikið há til þess að ég finni fyrir því að þú sért að tala íslensku eins og Íslendingar gera? Í rauninni þá skiptir þetta engu máli af því allir skilja þegar þú segir P eða B ekkert mál. En þeir sem vilja fara alla leið þurfa að læra þetta og bæta þessu inn í málvenju sína. En þá gerist eitthvað sem ég ætla líka að tala í næsta þætti. Þeir fara að hugsa þetta sem viðbótar hljóð. Þeir bæta hljóðinu við. Svona eins og þeir ætla að segja orðið, já, pabbi, sem ég sagði áðan, og ætla að fara að skrifa inn í hausnum á sér há á eftir þessu P. Af því það er miklu meira loft sem þarf að koma í gegn hérna til þess að þetta hljómi eins og P. Og fara þá að segja pabbi, pabbi. Og sjálfsögðu er það vitlaust. Það hljómar ekki eðlilega og hljómar ekki rétt. Þá næ ég að hjálpa þeim með því að segja að þetta er ekki viðbótar hljóð. Þetta er hljóð sem fylgir eðlilega ef þú setur upp nægan þrýsting til að byrja með inn í hljóðið. Þannig til að reyna að útskýra þetta betur, þá ertu ekki að búa til nýtt hljóð á eftir einu, eins og það væri PH. Þú ert ekki að segja hljóð sem er 100% P og svo 50% H á eftir. Hugsaðu frekar að þú þarft að segja 150% P. Að hljóðið sem þú segir fyrst þarf að vera með meiri krafti og með meiri þrýsting heldur en þú ert líklega vanur. Þá verður eðlilegt hljóð til. Pabbi, pabbi. Ég er ekki að hugsa auka hljóð þarna á milli. Ég er að segja mitt P. Þannig sama mætti segja hin hljóðin sem eru veikari. Þannig að þú segir kannski bátur,
Bátur. 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 Ekki breyta hljóðinu í P. Segðu 150% B. Farðu í meiri kraft heldur en þú ert líklega vanur. Þetta er líkamlega meira erfiði. Þetta gæti þurft áreynslu frá þér til að byrja með. En það er líklegar að þú þurfir bara að æfa þetta og venjast því að þessi hljóð eru sögð svona. Þetta er það sem ég ætlaði að ná að fara yfir í þessum þætti. Í næsta ætlaði ég að fara inn í það sem er kannski rétt aðeins flóknara sem að tengist líka loftun. En ég hef þetta þá ekki lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.